Komið sæl og blessuð. Ég heiti Ragnheiður Steindórsdóttir, leikkona við Þjóðleikhúsið. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin hingað heim til mín í þessu undarlega ástandi sem ég ætla ekkert að fjölyrða um. Við erum bara öll saman í þessu og við ætlum að þrauka, fara vel með hvert annað og okkur sjálf. En að verkefni dagsins, þegar það var ámálgað mig að flytja kannski fyrir ykkur eitthvað lítið brot úr Shakespeare-verki, þá bara fylltist ég af alkvíða, því að sú gullakista er náttúrulega svo yfirfull af demöntum og perlum og dýrgripum og maður langar að deila þessu öllu með ykkur. En svo þegar ég fór að hugsa þetta, þá í rauninni láði þetta bara beint við. Ég fer bara aftur til minna allra fyrstu kynna af Shakespeare. Og það nú hvorki meira en minna heldur en alveg aftur í þann tíma þegar ég var í móðurkviði á stóra sviði Þjóðleikhússins. Því að móðir mín elskuleg, sem þá ung og efnileg leikkona, var að leika í leikritinu Sem yður þóknast, sem heitir á enskunni As You Like It. Og þegar hún komst að því að hún bar barn undir belti, þá hringdi hún í Lárus Pálsson, leikstjóra, í öngum sínum og sagði: Lárus, ég er bara orðin ófrísk, ég getist ekki með. En Lárus sagði: allt í lagi, Greta mín, við bara láta víkka búningana hérna. Og það var gert og hefur náttúrulega oft verið gert fyrir leikkonur í gegnum tíðina. Eftir að við fengum að leika á leiksviði, því að það máttu náttúrulega konur ekki gera hér á tímum Shakespeares. En mamma sagði nefnilega oft frá því að það var ákveðið moment í þessari sýningu, því að Lárus var ekki bara leikstýra, heldur lék hann líka. Ég veit ekki alveg hvort hann var með í öllum sýningunum eða hvort hann hljóp inn í fyrir einhvern. En það til yndislega falleg mynd af mömmu og honum, sem hún situr og hann á gólfinu og svo hann hvílir höfuðið í kjöltu hennar. Og það kom oftar en einu sinni fyrir að Lárus Pálsson fékk bylmings högg innan úr kviði móður minnar. Og þar var litla ég að láta vita af sér á stóra sviði Þjóðleikhússins í fyrsta skipti. En áður en ég fer að lesa fyrir ykkur, að þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá hann pappa mínum, bara af því við erum hér. Hann langar með að sýna ykkur tvo gripi sem þið hafa byggt séð. Þetta eru verðlaunagripir, svona eins og gríman í dag. Þetta er Skálholtssveinninn og þetta er Silfurlappinn. Og hvoru tveggja fékk hann faðir minn fyrir leikárið 1961-2 fyrir hlutverk sem hann lék í verki sem hét Kviksandur. Og líklega fyrsta skipti sem var fjallað eiturlyfjavandann hér á Íslandi, á íslensku leiksviði. Ég reyndi að sjá allar sýningarnar held ég. Hvað var ég, 10 ára þarna? Við tókst aldrei, ég fór alltaf grátandi út. Og þá loksins komið að því að ég opni þessa möppu og leyfi ykkur að heyra líklega þekktustu einræðuna úr Sem yður þóknast eftir William Shakespeare í þýðingu Helga Hálfdanarsonar, Lífsala á Húsavík. Skáldið auðvitað að velta fyrir sér mannlífinu, ævi mannsins. Öll veröldin leiksvið
og aðeins leikarar hver karl og kona. Þau fara og koma á sínum setta tíma og sérhver breytir oft gervi og leikur 7 þætti sinnar eigin ævi. Smábarn slefar og hrín í fangi fóstru sinnar, svo drattar skælinn skólasveinn með tösku og koppagljáa á kinnum hægt sem sníill með kergju í skólann. Síðan elskuginn sem stynur eins og eldsofn döpru ljóði brúna ljósin björt. Þá soldátinn bölvandi í kross með skegg sem pardustýr, metnaðar fyrtin fljótur til í þras, hlaupandi jafnvel beint í byssukjaftinn í leit að sæmd. Og síðan dómarinn með fagur hvelfdan maga, mýktan krásum, með stranga brún og regluskorið skegg, fullur af orðskviðum og dægurdæmum í sínum leik. En 7. þáttur skjögrar nú fram á svið með rýran kropp í klæðum, gleraugu á nefi og hengipúss við hlið. Hans æskuhosur allt of víðar skrolla vistna skanka og bylmingsbassaröddin bregður sér nú að nýju í unglingsmútur og skrikar hás. En leiksins lokasvið í hinsta þætti þessa ævintýrs önnur bernska, aðeins gleymskan tóm, tannlaus og blind, án bragðs, án allra hluta.